Það er 1-1 í seríunni, bara eftir rosa jafnan fyrsta leik sem bara endaði svona á loka sekundunni og þessi leikur hefði mögulega getað farið hinn veginn svona seinustu 30 sekundunar. Hvernig fannst það samt flæða? Hvernig fannst þér það? Sko, mér fannst við erum að koma inn í þessa seríu með svona nokkuð skýra myndaði hvað við viljum gera. Og það voru nokkur hluti sem við gerum ekki nægilega vel í fyrsta leiknum, við vorum búin að fara yfir þá og við bara brugðum sjálfum okkur í fyrra leik. Því að við vorum ennþá að hleypa mönnum þangað sem að þeim fannst þægilegt að fara, við vorum ekki nógu fysikal þegar við vorum að pósta okkur upp og fleira. Þannig að við fórum bara aðeins yfir hlutina og við viljum fara hratt. Þeir spila ekki á mörgum mönnum, við viljum fara hratt og spila eins marga leiki hratt og við getum á móti þeim, en við náttúrulega hlaupum ekki neitt þegar hittið skora 60 stig á okkur í einum hálfleik. Þannig að leið og við héldum í 13 stigum í þriðja leikluta, þá svona vissi ég að ok, kannski er dropinn aðeins að móla steinin í þessu leik. Ég meina, voru mómentum mitt svona við fóru alltaf aftur í sama play í fjórða leikluta sem bara gaf eitthvað stig eftir stig og það bara maður finnur eitthvað sem virkað og maður bara nota maður. Já, og þetta er líka svona hluti af því að við erum með svolítið sérkennilega samansett lið en samt svona skemmtilega samansett, það er mikið af ungum strákum og við erum svolítið að reyna að vera, við erum alveg bara að reyna að vera svolítið flóki scouting, við reyna að vera með svolítið svona flókna taktíka og þeir eru ofta fömblaði sko, en þeir hafa gott að því samt, skilur, við viljum vera með það í þennan umhverfi en fyrst og fremst þá vil ég hafa gaman og það kom í seinni hálfleik. Ég meina, við erum liðið sem að þeir vildu fá í þessari umferð og þeir eru liðið sem við vildum fá í þessari umferð, þannig að bæði lið hlutu að vera skemmtilegandi bara í leik 3. Þú talar um með þessa ungu leikmenn og við grunar einhvern veginn að þú færð það besta og það versta, þeir klikka á opnum layupum en á sama tíma bara komið með svona ótrúleg svona play sem að bara einhvern veginn heldur ekkert endilega til að reyna. Hvernig er tilfinningin að vera með svona mönnum sem bara viti ekki betur? Bara óbúslega gaman sko. Og ég meina það er allir með í þessu. Ég er með nokkra strákar sem eru reyndari og þeir eru eiginlega brosandi út af eyrum sko áður en að þeir eru að taka kannski pressuvíti. Þannig að þeim hlakkar bara til að sjá hvernig þau ganga og þeir vita alveg að sama hvað þeir segja þessi gaurar. Þykjast þeir rosa harðir, þeir eru alveg að gera í brækurnar, skilurðu mig, og þetta er bara hollt umhverfi fyrir það að vera í og við ætlum að reyna að njóta þess bara eins og við getum bara og reyna að vera eins lengi í því og við getum. Þá var þetta einn heimaleik í viðbót, ekki? Það var markmiðið okkar komandi inn í þessa seríu að við myndum koma með þetta aftur heim. Það eru margir í páskafríi núna og okkur langar að tvöfalda þennan fjölda sem var í stúkunni núna í næsta heimaleik og vera með almennilega veitingar og þetta er það sem þeir eru eftir að gera. Þetta er það sem við viljum búa til, þeir eru eftir að prófa að vera hérna, kannski ekki fullum smára en í vel þéttum smára, klæddan í grænu og að spila mikilvægan leik og það er bara geggjað að við skildum ná þessu markmiði okkar. Við sjáumst á næsta leik. Takk.